Ljóðbreytingar. Menn tala meira en þeir skrifa. Þetta er augljóst, hefði ég haldið öllum. Tungumál er miklu meira notað munnlega heldur en skriflega og það hefur ýmsar afleiðingar í för með sér. Við tökum til dæmis vel eftir því að fjöldinn allur af orðum er ekkert skrifaður eins og hann er borinn fram og það væri mjög einkennilegt ef að tungumáli hefði byrjað þannig að menn hefði skrifað orð öðruvísi heldur þau voru borin fram. Að vísu eru þetta dálítið flókið vegna þess að það getur vera alls konar reglur á bak við það hvernig orð eru skrifuð. En þetta bendir samt augljóslega til þess að það sé munur á rituðu máli og töluðu. Ef við tökum dæmi. Við segjum flest bolti þannig að rétt væri að skrifa B-O-L-L-T-I, bolti. En við skrifum ekki bolti, við skrifum bolti. Og það eru til svæði á landinu þar sem bera bolti fram bolti. En það eru undantekningar. Alveg eins með árni. Sumir segja árni en langflestir segja árni. Þannig að það er munur á rituðu máli og töluðu. Og það er mörg orð til sem sanna það. Og megin ástæðan fyrir því að þetta breytist svona virðist vera svo að framburðurinn sækir í það sem er einfaldast og þægilegast. Við berum orð fram þannig að það sé auðvelt að bera þau fram. Við hugsum ekkert endilega þetta, en þetta er samt eina líkir ástæðan fyrir því að orð og framburður breytist. Fólki finnst þægilega að bera orð fram á einhvern hátt og fara smám saman að gera það og þá getur orðið breyst. En það er líka eitthvað dálítið áhugavert við það hvernig heilinn í okkur starfar og ef við hugsum út í það þá hafa ábyggilega allir einhvern tímann lent í því að segja eða skrifa vitleysu og hér tek ég dæmi og þetta dæmið er bara búið til. Segjum sem svo að ég ætla að skrifa hann tók sinn sinnepsgula búning en ég skrifi óvart hann tók sinn Hvað er að gerast þarna? Jú, það sem er að gerast er að heilinn, hann er búinn að taka inn meira af upplýsingum heldur en orðið sem ég er að skrifa og er farinn að rugla saman upplýsingunum sem ég ætla að nota á eftir og upplýsingunum sem ég ætla að nota núna. Og þetta þekkja allir, það hafa allir mismælt sig. Þekkt grín er að segja að þetta sé bara skilmísingur en ekki misskilningur. En einhvers konar svona mistök gera langflestir einhvern tímann. Heilinn veit hvað það er að segja næst og missir einbeitinguna eitt augnablik og blandar því við það sem þú ert að segja núna. Og það þekkja líka flestir tungubrjóta, eins og Stebbi stóð á Ströndu eða Frank Zappa í Svampfrakka. Tungubrjótar er eitthvað sem er erfitt að segja. Stebbi stóð á Ströndu var að tróða strý var ekki tróðið nema Stebbi træði strý, eintreðu Stebbi strý, tvítreðu Stebbi strý og svo framvegis þangað til að maður missir einbeitinguna. Einbeitir sig meira af því að telja heldur en að segja Stebbi strý og þá segir maður Strebbi stí eða eitthvað þínulíkt. Og það er eins með Frank Zappa í Svampfrakka, maður endurtekur það þangað til að maður gerir mistök. Þetta þekkja allir líka. Og þetta sýnir okkur það að framburður á orðum hún breytist ef maður reynir að tala hratt eða segja sömu hlutina oft. Og þetta sama virðist gerast í tungumálum oft á löngum tíma. Það er að segja, orðin breytast eftir því sem þau eru notuð oftar og hljóð í orðum breytast. Og ég ætla að taka dæmi á orðinu tamjan. Tamjan er fullorð búið til en var notað og samt svipuðum orðum í það að gera smá rannsóknir á börnum sem var þannig að þau voru látið segja tamjan oft í röð, alveg eins og Frank Zappa í Svampfrakka. Tamjan, 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 eitthvað ákveð oft eða telja tamjan 1, tamjan 2, tamjan 3 og svo fylgst með því hvort að börnin myndu breyta orðinu eftir því sem sögðu oftar. Og það kom í ljós að þó að fullt af börnum getur sagt tamjan 1, tamjan 2 og endað með tamjan 20 að þá var hópur af börnum sem hafði breytt orðinu í temjan og það var raunar meirihlutinn og þau höfðu unnið verkið hraðar. Að það virtist auðveldara að segja temjan heldur en tamjan
og þess vegna höfðu börnin sem skiptu yfir í temjan á einhverjum stað að þau höfðu klárað verkefnið fyrr, heilum rúmum 2 sekúndum hraðar, sem töluvert mikið og ekki lengri tíma. Og við sjáum einkennum þetta sama í tungumálinu. Við köllum þetta hljóðvarp þegar að sérhljóði eins og þarna breytist. Það gildir líka samhljóða. Börn voru beðin að segja akta, 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 alveg ótal oft, og þá kom í ljós að akta breyttist í atta hjá næstum 80% allra. Hljóðbreytingar eru margvíslegar. Á 8. öld vitum við að í málinu sem síðar varð íslenska þá urðu miklar breytingar og upphaf mikilla breytinga. Orðið saku hafði breyst, það var gamalt orð, og það sem hafði gerst var það að menn voru áherslan á þetta í lokinu var eiginlega horfin og aðið hafði breyst þannig að það hljómaði meira eins og uið. Og þetta breyttist í orðið sök. Er nær í hljóðum heldur en a, þannig að aðið hafði breyst í einhvers konar blöndu af a og uið hvarf. Þetta gerst á 8. öld. Saku verður að sök. Og við köllum þetta hljóðvarp vegna þess að a breyttist í vegna þess að aðið var að rembast við að hljóma líkar Og á þessu tíma varð mikil breyting í íslensku sem var þannig að heilu orðhóparnir breyttust, svona atkvæði hurfu duttu aftan af orðum og í staðinn þá breyttust hljóðin innan í orðunum og urðu líkari atkvæðinu sem hafði dottið aftan af. Á 9. öld gerist það síðan að það verður annað hljóðvarp sem þannig að garðum varða görðum og þarna hefur það gert að menn báru aðið ekki fram lengur og aðið breyttist í vegna þess að það er auðveldara að segja görðum heldur en garðum. Af því að a og eru ólík hljóð en og eru líkari. Og þetta er alveg eins og þegar barnið breytti orðinu vegna þess að það var auðveldara að segja það hratt, að þarna hefur við breytt tungumálinu. A breytist í kallast hljóðvarp. Í íslensku eru 3 hljóðvörp, a og og þau virka þannig að áhersluhljóð inn í orði breytist til að verða líkara a eða A-hljóðvarp er ákaflega sjaldgæft og svo sjaldgæft að við ætlum ekkert að eyða tíma í það. Hljóðvarp erum við búin að útskýra. Það er til dæmis þegar saku breyttist í sök. En það er erfitt að sjá, ef þið hefðu ekkert um orðið sök, þá sjáu þið náttúrulega ekki á því að það hefði breyst úr saku. Þið vitið ekkert að það var a sem breyttist í En það er samt að sjá þetta með ákveðinni þumalputtareglu sem er að finna skyld orð sem hafa mismunandi áherslusérhljóða. Til dæmis, ef við tökum bara orð eins og saka sem er ennþá til, maður sakar einhvern eitthvað, og sök, þarna eru skyld orð þar sem að a hefur breyst í Og þar sem a breytist í þá köllum við hljóðvarp og það varð vegna þess að í gömlu orði að þá var aftan á orði sem hvarf og í staðinn breyttist aðið í A breytist í er hljóðvarp. Ef A breytist í er það líka hljóðvarp. Við tókum dæmi það áðan með garðana, en við sjáum dæmi þetta líka bara í orðinu sumur. Sumar breytist í sumur, að þarna hefur A breyst í Við köllum það hljóðvarp. Eitt hljóðvarpsmál er í gangi núna. Hvernig á maður til dæmis að segja banani í fleirtölu í þágufalli frá mörgum banönum eða bönunum? Þarna breytist, hvort sem við notum banönum eða bönunum, þá breytist a í og reyndar í bönunum þá breytast 2a, annað verður og hitt verður og þetta er hvort tveggja dæmi hljóðvarp. Og það má reyndar nota hvora myndin af bönunum sem maður vill. Hljóðvarp er miklu algengar en hljóðvarp og það eru miklu fleiri dæmi.
Sömu ástæður fyrir i-hljóðvarpi. Það breyttist eitthvað hljóð innan í orði til þess að líkjast meira i og i-ið síðan dottið aftan af. Og þetta var stundum a sem breyttist í e. E er líkara i heldur en a. Þetta er e sem breyttist í i. Þannig að það breyttist bara í hljóði sem það var að herma eftir. Eða reyna að nálgast. O breyttist í i. Ó breyttist í æ. U breyttist í i. Ú breyttist í í. Au breyttist í ei. Jú breyttist í i. Jú breyttist í í. Og jó breyttist í í. Og það er venja að skrifa þar sem að ó hefur breyst í i og u hefur breyst í i, að þá notum við upsilonið. Sumir vilja meina að við getum bara lagt niður upsilonið. Og á breyttist í æ. Í öllum þessu tilfellum er seinni stafurinn, eða seinna hljóði líkara i heldur en það fyrra. A er ekki eins líkt og e, ó er ekki eins líkt og i er náttúrulega bara i og svo framvegis. Við höfum orðið eins og maður og menn. A breytist í e. Það er i-hljóðvarp. Súr og síra. Ú breytist í í. Og þarna náttúrulega í maður og menn er ekki einu svona i. Vegna þess að i er löngu horfið úr málinu. Það er löngu dottið burt þetta i-hljóð sem að a var að reyna að líkjast þegar breytist í e. En við þekkjum þetta á því að alltaf þegar a hefur breyst í e, þá er það i-hljóðvarp. Alltaf þegar ú breytist í í, þá er það líka i-hljóðvarp. Og þessa reglu getur maður bara lært utan af. Til hvers læra þetta? Jú, vegna þess að þetta gefur okkur skilning á því hvernig tungumál er notað, hvernig það breytist og setur þennan fjölbreytileika í samhengi. Það eru til fleiri hljóðbreytingar, þetta eru þær langalgengustu og það er ein enn sem heitir klofning, þar sem að e breytist í ja eða jö. Ekki einn sérhljóð í annan heldur einn sérhljóði í sér og samhljóða. Og við höfum dæmið þetta, orðið fjall og orðið fjöll er hvort tveggja komið af orðinu fell. Það sem að e breytist í fjall og fjöll.